Já, kæri hlustandi, þú ert að fara að hlusta á ársreikninga þátt frá Pingjunni. Við vildum koma hérna aðeins yfir þig og segja þér frá Payday, Yngvi. Já. Það er allt að gerast núna. Það er allt að gerast hjá Payday. Við þurfum að minna fólk á það að fara inn á Facebook og líka við Facebook-síðu Payday því að það er núna verið að birta dagsetningar fyrir næstu námskeið. Einmitt. Og ég fór á námskeið í síðustu viku. Já, bráðsniðut. Já, ég er búin að vera að afstæma bankan hjá mér núna bara síðustlina 7 daga. Já. Ekkert nema valjú fyrir fólk sem er með millistór fyrirtæki. Já, bara aðeins að fá betri tilfinningu. Næsta námskeið, 8. nóvember, Facebook síða Payday. Bingo. Já, það held ég, það er þriðjudagurinn 25. október. Já. Og við erum mættir hérna Gloríubræður, það er nú nýtt viðurnefni sem við fengum í vikunni. Ég vil ekki sjá þetta. Gleymið þessu. Gloríubræður. Gleymið þessu bara. Já, en Gloría hefur nú allavega haldið sig í sessi allan tíman. Já. Og þú hafi nú byrjað að tuða strax í fyrsta þætti. Þetta er geggja laga. Auðvitað, geggjalag. Þetta er ítalst og Umberto Tocci. Já, þetta er náttúrulega ítalst tema hjá okkur mikið. Heyrðu, ég verð að byrja á því að biðjast afsökunar. Nú, hvað nú? Ég var bara að fara yfir skipulagið hjá mér. Já. Sko, við erum ennþá bara í seríu 3, sko. Nú, getur það verið? Þú er búin að vera að babla eitthvað, sko. Ég held að við séum örgulega í seríu 17, samkvæmt þér. Já, einhver svona miniserís. Já. Þetta er svolítið spes, við vorum nefnilega bara með 1, 2. Er allt komið það? Í hvað seríu erum við núna? Nei, við erum í seríu 7. Já, við erum í 7, já. Er það ekki? Jó, ég held að séu flesti sáttir í seríu 7. Var hún komið nafnið? Úr fortíð skal fram til byggja. Já, það, var hann ekki lokið? Nei, við erum rétt byrjaðir. Já. Þetta er svona, já. Hvað segirðu? Kíktu þú eitthvað á vikubyrjunina núna í gær? Nei. Nei, þú gerði það ekki? Nei, ég les alltaf Hagsjána fyrst. Já, ég get sagt þegar ég kíkti á vikubyrjunina. Jú, auðvitað kíkti ég, voruð ekki með þarna. Þetta er bara svo gott upp á að vera með alltaf hreinu. Sérðu alveg, þú veist, hvaða uppgjörur til dæmis núna í vikunni? Já, akkurat, ég var búin að lesa það. Svo er birting á vísitölu neysluvers. Þau eru reyndar að spá lækkun á verðbólgu, niður í 9,2%. Já. Sem er skemmtilegt. Og þetta er sjálfsögðu á póstlista hjá Landsbankanum. Fyrir ykkur sem vilja bara, þú veist, vita meira. Sko, lesa minna en vita meira. Þá er það vikubyrjun og það er Hagsjáin. Það er bara landsbanki.is/póstlistar. Já, þetta núllstillir okkur. Já. Og til dæmis í dag, Síminn að byrta áslita uppgjör. Einmitt. Þá vitum við hvað Orri er að fara að djúsa í hluthafa. Já, það er einmitt. Það er að fara að regna sykri þarna, sko. Já. Kemur það samt ekki ljós, er ekki fundur eftir það? Þriðjudag, í dag er Mér fannst þess að verið að tala um 27. október að svo ákvörðun yrði tekin. Nú, ok. Það gæti verið, þeir eru að byrta uppgjör í dag og svo segja hvað ætlum við að sitja 4 kíló sykri eða 16. Já, hvað er verið að fara að dreifa miklu sykri í sultu hluta á? Það var nú verið blikur á lofti að þetta verði nú ríkuleg arðgreiðsla. Já, ég held að. Sjáum til með það. Svo er Arion og Festi á miðvikudag. Já. Svo eru þarna á 5. dag, er ekki einhver 4, 5? Jú, hvað, ég er ekki bara hálfu markaður greinlega í þessari viku? Nova meðal annars. Já, Eik, Íslandsbanki, Landsbankin, Origo, Sjóvá og Skeljungur. Sérðu hvað þau gera þarna? Þetta er svolítið sniðugt. Þetta er allt fyrirtæki á markaði nema Landsbankin. Þau læða því inn. Já. Að Landsbankin sé að... Þú veist svona, já, þetta er allt bara fyrirtæki á markaði að byrta uppgjör. Góðri stöðu til þess að Íslandsbanki og Landsbanki. Það er spennandi fyrst með. Stór skemmtilegt, endilega kíkja á Landsbankan. Nú, þáttu dagsins. Það hefur verið svona fyrirtæki í dag. Þetta er búið að vera svona dálítið rísandi síðustu misserinn. Já. Maður hefur alltaf heyrt orðið minnst á orðið kassakerfi nema nafnið Sales Cloud. Byrja á góma. Komið upp, sko. Já, akkurat. Og já, þau hafa verið svona dálítið að pota sér framalega í röð þessara top of mind merkja núna nýlega. Já, sem er svona þegar kemur að svona kassakerfi og bara ef þú ert að opna stað þá er þetta einhvern veginn bara svona Sales Cloud. Já, akkurat. Þú eru ekki að spá í Sales Cloud? Jú, sko sem er samt svolítið merkilegt því að þetta er rauninni bara B2B lausn.
Við sem neytendur við ættum ekki að vera spá í þessu heyra það sko en kannski velgengnin bara að koma á þennan stall að fólk bara fara að taka eftir þeim velgengnin ekki að stíga þessu fólki til höfuðs það held ég ekki Nei. Sko, varst þú ef við ekki bara byrja, ég ætla að fara svona rétt aðeins yfir, svona dreipa á sögu félagsins og eigandans sko félagið heitir Sales Cloud EHF í dag en það stofnað 2012 og hét þá sko Proton EHF og félagið stofnað af Helga Andra Jónssoni sem í raun alveg stórmerkilegu maður en ég sá viðtal við hann á RÚV og ég ætla að lesa bara kannski aðeins upp Þetta nýr frumkvöðull Íslands Já, þar segir að hann hafi staðið peningalaus frammi fyrir því að þurfa að útvega sér og móður sinni þak yfir höfuðið og vann einn í mörg ár áður en boltinn fór að rúlla. Sko, hann var í rauninni á þessum tíma að forrita heimasíðu fyrir fyrirtæki og ef ég ætti að spá í spilin þá þetta fyrirtæki Proton EHF stofnað í kringum verkefnin sem hann var að vinna. Og í þessu merkilega viðtali kemur líka fram að hann hafi aldrei hlotið neina menntun eftir grunnskóla. Hann bjó í Luxemborg frá því hann var 5 ára. Þetta ekki að tala eftir menntaskóla? Nei, hann kláraði ekki menntaskóla. Nú, það stað? Já. Þetta bara nýr Zuckerberg? Já, hann bjó sko í Luxemborg frá 5 til 17, þá fyrir hann í MH en flosnar upp úr námi. Það allavega það sem ég fekk út úr þessu viðtali. Og þá fyrir hann bara að vinna sjálfstætt og hann segir frá því að hann vissi að ef hann ætlaði að ná einhverjum árangri í lífinu þá væri það eina í stöðunni að mennta sig sjálfur. Sem að hefur komið á daginn. Já, hann sko hafði tekið þarna eitthvað forritunarnámskeið þegar hann var 12 ára gamall. Já. Og byggir væntanlega bara ofan á þá þekkingu sína og stofnar reksturinn eins og ég segi, líklega til að vinna þessi forritunarverkefni fyrir fyrirtæki. Nú ætla ég að leyfa þér að fabulera svolítið því ég veit réttu söguna. Ok, skulum gera langa sögu stutta hérna. Ég held að sko, þetta félag Proton, það þarna árin 2012 til 15 en svo orðið að Sales Cloud EHF þarna 2016, þá Helgi 27 ára gamall. Þetta Proton með ói eða ói? Held þetta sem ói, sko. Ok, það svolítið töff nafn. Já. Finnst það ekki? Jú, mjög. Já, Proton. Já, en hvað, viltu koma með eitthvað að móla inn í þessa sögu? Já, þú ert búin að vera svakar í djúshöndi í dag. Já, ég lagðist í sultukrukuna og skóplaði í mig, sko. En sko, ég ætlaði nú bara næst að fara svona að tala aðeins sögur rekstrarins, það verður nú ekki það langt. Byrjum á Helga. Já, skemmtilegt að þú skulir kannski... Já, sko, eins og ég segi, þetta nýr frumkvöðull Íslands. Hann númer 1 í okkar bókum í dag. Já, vonandi eftir þessa umfjöllun, þú veist meir en ég. Sko, það nefnilega máli eins og fram með komið, að hann flytur til landsins frá Lux. Fylgdi ekkert sögunu hvað hann var að gera í Lux? Nei, jú, pappans var hérna... Bankstjóri eða? Nei, hvort hann hafi verið einhver svona flugumferðarstjóri. Gæti verið. Það 2 tengingar til Lux. Það flug og bankastarfsemi. Já, og maður hefði giska frekar á bankastarfsemi á þessum árum. Já, en hann var í fluginu. Já, hann var í fluginu. Sko, allavega, ég með hérna. Sko, það sem hann raunverulega lagði grunninn að þessu var að hann og 2 aðrir félagar hans í menntaskóla stofna öryggisfyrirtækið Go Security. Ok. Og þeir voru að sjá í upphafi dyravörslu á menntaskólaböllum. Og ég var náttúrulega í alveg snarbiluðu ástandi fyrir austan, þannig að við urðum ekki varið við þetta. Nei. En það sem þessi félagar voru að gera, þeir bara mjög fljótt tókuðu dyravörslu á flestu menntaskólaböllum. Ok. Og í dyravörslunni verðaði varið við tvennt. Tilraunin til falsana á miðum. Já. Sem að þú tókst örugglega að virka. Nei, það gerði ég ekki. Já. Gæti hafa smiglað einhverju inn á ball einhvern tímann en ekki kannski falsa miða, nei, ég gekk ekki svo langt. Nei, en það var vist algeng sem að þeir voru að takast á við og hitt var svona kannski þessi tossalisti, þessi gæjar sem að mæta kannski búin með fleiri en 6 víkingilda. Fleira þessa akademiska 6 víkingilda í gleri. Já, ekki lengur pingifullir, heldur orðnir pöttufullir á böllum og það verið að henda þeim út. Já. Og það frá þessu að stofna öryggisfyrirtæki á menntaskólaböllum að áður og veistafur þeir komnir með miðasöluna, farnir að sjá miðasöluna og þarna fyrst taka þeir inn QR-kóðan sem gerði það verkum að þú kannski þekkir þetta þegar þú varst að mæta á menntaskólaböll á þessu tíma og örugglega enn þann dag í dag þeir eru held ég ennþá með þetta eða þú veist reksturinn að þá varst að skanna QR
og þetta var beintengt við þig, þína persónu og ef þið var síðan hent út þá varstu bara flaggaðir í kerfinu og þú varst jafnvel settur sko bara í fristingu Ég man ekki eftir þessu að veri, sko, nú náttúrulega útskrifast í 2013 Sennilega kemur þetta eitthvað svona í kjölfar af því, sko Ég held að það var ekki verið neitt QR tengt Eigum að sitja í vitnaleiðslu? Já, gerðu það bara Manstu eftir að hafa mætt á síðasta mennskálaballið? Já Hvað varstu búið með marga? Ég hef alveg slatta, sko Já. Og hvernig leit miðin út? Ég man það náttúrulega ekki Guilty! En ég man samt að QR-kóðin var alveg byrjaður þarna, eitthvað sko Það voru þeir En sko þetta fekk mér svolítið til að hugsa að hefur ekki heyrt hana social systemi í Kína Jú. Sem alltaf tengt við þig Social credit score Já, þú gerir eitthvað aðeins og mátt ekki taka strætó í næsta bæ og hvað Þeir voru með þetta á íslensku menntaskólaböllum En nei, svona öllu ganni slepptið Þú veist, þetta leggur grunninn af því að þeir að braska í menntaskóla Já, bara komnir með fína rekstur og business Já, þeir voru nú ekki í menntaskóla þarna Þeir eru á menntaskóla aldrei Já, það? Já, mér skilst það Hann náttúrulega sko fættur, 89, þessi? Já, þú veist, hann hefur þá verið útskrifast 2009 ef hann hefur útskrifast En þeir byrja á þessu meðan þeir eru í menntaskóla Svo þegar þú ert í menntaskóla þá ert þú þarna Orðið að laust En þeir selja þetta síðan En þú vilt meina þá að Proton, sko, já, það er náttúrulega stofnað 2012 Já, ég er nefnilega með það líka Ok, já Mér var sagt, fyrsta vinnan hans eftir menntaskóla Það væri þá, við þurfum kannski að fá skúminn á loft Já, eftir menntaskóla eða þá hann einfallega bara hættir í menntaskóla að hann byrjaði að vinna í Ólís Ok Og var bara starfsmaður á plani Bensínafgreiðslu? Já, örugglega bara nýbúinn að hóra á nætuvaktina og bara, heyrðu, þetta er eitthvað fyrir mig Nei, hann endist ekki 2 vaktir Anskot? Já, bara fuck this Þetta er alveg djús Já, þetta er ekki ég Fervist bara, kjallar hann hjá ömmu sinni byrja bara að hakka, fer bara á netið og þar leggur hann grunn að því að hann ætlaði að gera eitthvað svona marketplace tengingu við Facebook Þetta var eitthvað svona pæling Facebook náttúrulega að byrja að ríða þeim feita hesti upp úr 12-unni og það þróast yfir í að hann fer að búa til heimasíður og hann er alltaf inn farin að tengjast inn í lítil fyrirtæki sem vantar veflausnir Já, það er bara þetta 2012 þá Já, þannig að Svo var hann alltaf einn að braska í þessu sko En ég held að Sales Cloud sem við þekkjum í dag kemur ekki fram á sjónasvið heldur bara fyrir einhverjum Það allan að félagin er breytt í Sales Cloud EHF 2016 Já, þannig að sér það kannski Þessi kenning mín var nokkuð rétt, eða ekki, með Proton að hann hafi verið í þessum verkefni Jú, það er þá væntanlega sko kjallarinn frá ömmu-projektið sko Því að það voru einhverja tekjur að koma þetta inn, ekkert sérstaklega háar, 3-4 milljónir eða svo Já, bara vinna fyrir sjálfa sig og byggja eitthvað upp halda sér á floti, það er bara virðingavert Og núna, ég er svona tæmdur, þetta er svona það sem ég heyrði grunninn Ok, skemmtilegt En ég hef líka heyrt að þetta sé stórkostlegur frumkvörður Já, algjörlega Ég skal kannski þá farið ein leiðir, hlustar á ein samfæringu og er komið þetta langt Já, virðingavert En ég held kannski þá á milli dreipið aðeins á rekstrarsögunni, þetta verður nú ekkert sérstaklega langt en sko Býtu þá ekki bara, ekki fara reksturinn strax, tölum Sales Cloud Já, bara hvað er þetta? Já, hvað er þetta? Gamli, þú fer ekki að telja upp einhverja tölur og það veit ekki hvað það Já, þú veist Já, býtu hvað, býr hann í skíinu og er að selja? Hvað veit ég? Gamli, við verðum aðeins Kóttum með þetta Leifum Sigrun maður að flæða hérna Sigraðu mig Já, núna vitum allan að þetta byrjar sko, hann kemst á sporið heimasíðu gerð, byrjar að vinna fyrir lítil meðalstór svona En það má í rauninni segja aðalprófraunin og það sem hann leggur grunn að það sem er í dag Þegar hann byrjar með þessar pósalausnir á veitingastöðum Já Og það er annars, ég ætla að nefna Það er í rauninni ótrúlegu tími sem við lifum á núna Við erum ekki að átta okkur á því En við erum í dag með 2 world class hugbúnaðarþjónustur Í beinni samkeppni á þessum litla markaði World class Báðar tókinn peningi fyrra Ekki world class líkamsræktastöðun Hann er að tala 2 lausnir í heimsklassa Dynout og Sales Cloud Og þau eru bara eins og 2 kettir í kringum sama graut Og ég held að þetta sé alveg bara Þetta er algjörlega uník Þetta er eins og að vera með Ronaldo og Messi á klakkanum Já, á svona litlu skeri sko Þetta er og bara björt framtíð náttúrulega Þetta er bæði að stefna í útrás Já, en sko, þetta er semst þannig Hann byrjar í posanum Og að ég held það fyrsta sem hann gerir að fram að þessu höfðu pósarnir verið bara þú seldir og þú fékkst kannski ekkert að vita uppgjörið ekki einu svona í lok dags þú varst kannski bara með eitthvað svona plús það fór bara inn í bókaldskerfið og ef þú talar ekki um bókaran þá bara vissi ekki hvort þú varst að græða eða tapja yfir daginn
að hann svolítið svona peitimæðurinn inn í þennan bransa. Hann tekur pósalausnir og þú fer alltaf inn að fá bara geggja kerfi, vefumsjóna kerfi. Já, og bara upplýsingar strax. Já, bara til að vita veltuna og svona. Á móti, Dynout, sem ég nefndi, þau byrjuðu inn í veitingastöðunum og eru meira svona borðapantanir og sko, hvað ætli sé orðið yfir þetta, þú veist, hvernig vaktstjórarnir í rauninni bara skipuleggja, þú ert að panta 5 manna borð, hvort það sé uppbókað, þú ert að vera þarna, hvort það svæði sé. Já, eitthvað bara svona, eitthvað yfirlit, sko, yfir. Já, þetta er svona einhvern veginn rekstrarstjóra dæmi. Þau allana, þau eru svona í kringu samagraut, en hann meira eins og séð Vokon, mathallirnar, þar sem þú ert bara að borga og skiptir ekki alveg máli að þú sést bókaðir einhvers staðar á borð. En þau hafa vist alltaf svona verið að fikra sér nær og nær hvort öðru. Og held að sé fyrir 2 árum í COVID, fyrsta sleggjan frá Sales Cloud að poti Dynout, þá þau bjökuð til Yes. Já. Sem í rauninni bara nákvæmlega sama konsept, að þú ferð þar inn til svona aggregation á öllum veitingastöðum. Markastorg. Já, markastorg fyrir veitingastæði. Til þess að við netbanka kúrikarnir getum bókað okkur út að borða. Eina steik á milli þess við græðum eða töpum. Ég segi það. Og aðalega græðum. Ég fór að hugsa steik, ég fekk svo góða steik á Gæja helgina. Sjátt á Gæja. Þú varst í svona, hvað þema var aftur hjá þér? Hvað heitir þetta? Sko, okkur snöggreitist svo. Við erum búin að vera að lesa á Twitter núna. Sko, og bara koma þess að núna fyrir Halloween. Við gerum ekki grín að menningu annarra þjóða. Menning annarra þjóða ekki þjóðbúningur. Þegar þú segir þetta þá, þú varst náttúrulega við vorum fyrir utan Skælakún á laugardaginn og það koma þarna einhverjir kanar með víkingahatta. Við urðum svo reiðir. Það er náttúrulega ekki hægt. Nei. Það er ekki hægt. Að einhverjir kanar sem mættir hingað að gera grín á okkar menning og þjóð. Okkar arfleið. Já. Það þurfti að halda einum úr hópnum bara. Já, þetta er ekki hægt. Snöggreið á honum. En nei, við vorum ekki þannig, við vorum bara í kimono þema. Já, sem japanskt svona. Já, en það tengist menningun ekki neitt. Nei, ég skil. Einn þarna vildi hafa japanskt þema í kvöldi, þannig að við klæddum okkur allir í kimonos. Nákvæmlega. Svo var einn bara í náttslopp á mömmu, en það tók enginn eftir því. Nei. En sko, já. Úr einu í annan. Já, ég datta þess út með steikina. En sko, það sem ég ætla að segja með íslenska markaðinn, það sem svo áhugavert þetta, að fyrir ekki meira, 5-6 árum, þá var bara eins og öll kassakerfi á veitingastöðum á landinu væri Windows 95 kerfi. Og þetta ennþá á sumum stöðum. Versus það að sjá þetta á Dynout eða Sales Cloud. Og það rauninni mjög merkilegt að við séum á þeim stað að vera með, eins og ég sé á heilablóð, ég svo ánægður með hennar punkt, sko. En allavega, þau byrja ólíkum enda, eru svona alltaf að færast nær og nær í samkeppninni, en Sales Cloud grunnurinn meira bara posa lausnir og þarft ekki borðabókanir, Dynout hinum megin. En? Já, svo var það síðasti punkturinn, ég var að munna núna, sem að í rauninni kóróna hvað þetta orðið geðveitt. Þegar þú og þarna þyrluklúburinn voru út að fagna afmælinu daginn. Og ég komst ekki. Og þá hringdi ég. Keypti samt skot fyrir borðið. Já, bara happy birthday. Og þetta svo magnað, ég hringdi, pantaði ekki eftir að panta 10 skot, hvað fengu það sér? Tequila ekki? Jú, tequila, í miður. Já, það var mjög gott. Og sending frá Gregory. Já, það er mitt trademark, alltaf, vitið það, hlustendur góður, ef þið fá eitthvað óvænt, þá var það með kveðju frá Gregory. Þetta var alveg, ég átti mig ekkert á því hver Gregory var þegar við fengum þessi skot send, svo það komið fram. Það gerir það enginn. En já, ég semst í símanum, ég var ekki búinn að segja þetta. Og panta 10 skot, og ég bara, hvernig ger ég þetta upp? Ætla að reyna að smyrja á reikningin hjá ykkur, sko. Góður, og það hefnaðist. Nei, en þau þurfti að stroka út því að það kom á reikningin okkar. Ok, nei, það sem var nefnilega svo magna var að hann segir, heyrðu, ok, ekkert mál. Og hvað er símanúmerið hjá þér? Og ég eitthvað, vilt ekki fá kreditkortið mitt? Nei, bara númerið. Hann sendi mig greiðslulink í SMS-i, beint úr kerfinu. Það er náttúrulega stórsniðut. Ég greið þetta svona. Magna. Stórsniðut. Já. En svona grunnurinn að Sales Cloud, eða bara svona það sem ég er að reyna að segja með Sales Cloud, þetta er phenomenon. Já, klálega. Áránlega flott kerfi. Já, bara svona líka, svona létt, við talaðum gamification á það. Já, gott viðmót. Þetta er svona skemmtilegt viðmót, nútímalegt. Já, og eins og fram með komið, þau tóku inn funding frá
Saltpay, eða gamla Borgun. Komum nánar Þú kemur aðeins inn á það núna með rekstrarsöguna. Inn á það á eftir. Já, en svona bara heilt yfir. Það er því miður ekki inn á 2021 ársreikning, það er 2022. Já, akkurat. En já, á ég aðeins að byrja að kíkja yfir rekstrarsöguna hérna. Já. Sko væri gaman að heyra hana. Já, reksturinn fyrir náttúrulega mjög rólega á stað. Þetta er hérna 2016. Ég átti svona frekar erfitt með að finna eitthvað svona fréttaefni Sales Cloud frá þessum árum. Og til að bæta gráun og svart þá voru ársreikningarnir allir bara á þessu hundleiðilega RSK-formi. Já. Öllu skilaði gegn hnappinn og ekkert sjóðstreymi eða eignarhald gefið upp og þú veist, en maður fór bara sínar einleiðir. Og ég sé hérna árið 2018, þá kemur inn í reksturinn Kristoffer Júlíus Leifsson. Og þetta er nú ekki fyrsta skiptið sem við nefnum þann mann á nafn hérna í pingjunni. Nei, og geðu smá þögn. Já. Því að nú má fólk giska. Já, ok. Hvernig hann tengist. Giskiði núna. Þetta er the original. Já, hann var einn af stofnendum Eldum rétt. Já, þá nú ekki það sé ég var að fara. Hann er the original hugsjónum maður sem hlæri í dag. Jó, klálega. Hann er náttúrulega, það var verið að samþykja núna kauptilboðið, endanlega. Akkurat. Hagar Eldum rétt og ég veit ekki betur en hann sé bara kassa öll út. Liquidate. Já. Þannig að hérna, það er OG hugsjónum maður sem hlæri í dag. Já, klálega. En vissulega, einn af stofnendum Eldum rétt sem við fjöldluðum og það var einn af okkar bara fyrstu þáttum. En hann kemur þarna inn 2018 í gegnum eignarhaldsfélagi sitt Portfolio EHF. Vá, gott nafn. Sem er náttúrulega frábært nafn á eignarhaldsfélagi, sko. Já. Bara The Portfolio, sko. Og hann kaupir að því virðist 40% hlut á 10 milljónir króna samkvæmt sjóðstreymiseftirliti hjá Portfolio EHF þarna 2018. Og þú veist, eftir stendur þá Helgi, sem sagt stofnandinn með 60% hlut, en síðan þá hefur Kristoffer bætt við sig 1,23% í viðbót. Og því stendur eignarhaldi í árslok 2021 svo að Kristoffer fer með 41,23% hlut í gegnum Portfolio EHF og Helgi Andri 58,77% hlut. Sko, þetta 1,23%, það er keypt hérna á 2021 á 6,3 milljónir samkvæmt sjóðstreymiseftirliti Portfolio EHF. Sko, og meðan við þau viðskipti félagi verðmetið á rétt rúman ½ milljarð. Akkurat. En þarna hefur kannski eitthvað legið á bakvið, eitthvað samningsatriði frá kaupumars þarna árið 2018 eða eitthvað álíka. Ég á smá bátt með að trúa hann hafi keypt þetta rúma prósent á 6,3 milljónir. Mér finnst það bara eitthvað steikt viðskipti, fattar þú? Já, getur verið. 3 árum áður búin að kaupa sko 40% á 10 milljónir. Já. Svo bara, ég ætla að bæta það með 1,23% hérna fyrir 6,3 ár. Mér finnst það bara eitthvað skrítið, en félagið hefur, eins og áður nefndi, allavega hlotið hérna frekari fjármögnun núna á þessu ári, 22, sem við förum, ég ætla að fara bara betur aðeins yfir það eftir. En allavega, þessar 10 milljónir sem hann kaupir á 40% hlut. Já, akkurat. Þetta eru góð kaup. Svakaleg sko, líka svona, ég er með Ertu með juice? Sko, ég er búin að heyra hvað nýjasta valuation er að ég er. Það eru 2 jardar. Já. Verðmætið á 2 milljarða með að við síðustu viðskipti í félaginu. Svakalegt. En herðu, ég líka að fatta, heila blóðfallið mitt á hann var út í hljópið 2 punta. Nú. Já. En áður hún ferðið þá, þá held ég sér réttast að koma inn á samstarfsaðil okkar. Það er Keldan. Já. Þeir eru nú búin að vera með okkur frá upphæði. Já. Og þvílíkur heiður. Ég ætla að gera eitt í dag. Já. Ég ætla ekki að verðmeta félagið í samstarfi við Kelduna. Nei, ég held að það sé bara gott fyrir þau að þú sleppir því. Í dag, í samstarfi við Kelduna, þá ætlum við ekki að verðmeta félagið. Nei, einmitt, flott. Og ég held að Kitt og Lent séu drullu sáttum með það. En keldan.is, þið eruð farin að þekka þetta væntanlega, það er náttúrulega verið að vinna bara í nýju viðmóti núna á Keldunni. Já. Stórkostlegt viðmót og svo er það áskriftarleiðin og það er kannski réttast að benda á það að það er í boði að til 31. október með kóðanum Pingjan að skrá sig, þá fáið þið fría viku núna. En ef þið viljið ekki halda áfram eftir það, þá ber ykkur að afskrá ykkur. Þetta er bara eitthvað svona líka heyri yfirmanninum, sko. Líkaði yfirmannin, mér vantar Keldu. Mér vantar áskrift, núna. Þarna færðu ársreining á rafrænu formi og alls konar bara... Download í Excel, það er eiginlega mesta snilli. Það er eiginlega bara getinn. Já. En við þökkum þeim að sjálfsögðu kærlega fyrir og þá ætla ég að leyfa þér að koma með þessar 2 punkta þína. Sko, ég ætla að koma með 1. Það er ekki að þetta sé eitthvað groundbreaking í sögu fyrirtækisins. Nei. En þetta er samt svo stórt í sögulegu samhengi
að það gerist hérna í fyrra að sko Borgun eða Saltpay sendi bara út tölvupóst á alla sína viðskiptavinni heyrðu, við erum hætt að sína boðgreiðslum og á þessum tíma þá var ég með félag sem var í viðskiptum við vorum nýbúnir, við vorum semst með fyrirtæki sem heitir Partus að prósessa áskriftir sem eru eða þú veist svona áskriftargreiðslur það er verið að tala um það og hjartað sökk ofan í buxur sko. Við vorum bara fuck, það er verið að henda okkur kom í ljósa, við vorum ekki að nota þetta heldur, vorum við góður en það sem gerist er að þeir basically Saltpay tekur sér til og bara segir upp einhvern 300-400 viðskiptavinum á einu bretti eða segir ekki lengur alltaf að prósessa þetta og ég held að það veri einu degi setna þá kemur einhvern auka póstur og það er tilkynnt að Sales Cloud muni taka viðskiptin yfir þannig hugsaðu þér fucking gullpottin ég veit ekki hvernig það, þú veist, á endanum fjárfestuðu síðan í þeim en þetta er helviti vel gert að ná, ef þið náðu að onboarda alla þessa kuna, þú veist að fá 300 kuna bara á einu bretti klálega, en ætli þetta hafi ekki verið byrjað, þetta samstarf það gæti verið, sko og ég veit eiginlega hvernig, mig grunar það núna ég grunar að sko þau hafi gefið út, sko koma inn á þetta ég held reyndar að Salt hafi verið komið inn í á áður, sko en samt ekki með hlutafé ég er alveg viss þú ert alveg viss, ok þetta er það sem kallast breytanleg skuldabréf eða convertible bonds gæti verið skulum fara nánar yfir það á eftir hitt, bara til að aðeins þetta í hérna samhengi að ég hef búin að sjá það í annarri frétt að markastórgera, sem sagt tímabókanir og borðabókanir bókuðu yfir 160.000 manns í upplifun það ár og einn veitingamaður sem ég ræddi við sem var að tala um hvað þetta væri geðveikt að þú veist að hafa þennan möguleika í dag að geta valið á milli tveggjar world class og það er bara mega samkeppni annað milli hann var að segja mér að Yes er núna ég held að við getum þurft að fá eitt skúma á þetta að fara afnema þóknun sem er tekin af þegar þú bókar það er víst sko þegar þú fer á dine out eða Yes og bókar þá er held ég tekin þóknun af veitingastaðnum bara eins og TripAdvisor eða eitthvað og að fara að afnema það Yes, bara í krafti samkeppni er víst að fara bara að gera þetta frýtt og þessi veitingamaður hann talaði um að þessir þóknanir þá eru blóðpenningar en sko þetta er bara, það er greinlega head to head viðskiptamaðurinn er almennt ekki hrifinn af þessum þóknunagjöldum en ég minna þau eru að aggregata supplyið þetta er mjög þægilega laust fyrir neytendur en skemmtilegt þetta var svona mín síðustu sent herðu, sko eins og ég sagði áðan þá eru ársreikningarnir á svona þessu leiðilega formi en það er vel hægt að sjá allavega sko góðan tekjuvöxt hjá Sales Cloud síðustu ár þá sérstaklega eftir að Kristoffer kemur þarna inn með þetta fjármagn 2018 þú veist fjármagn, 10 milljónir árin 2016 og 17 er félagið sko það er einhverjum að velta hérna einhverjum 6 milljónum króna væntanlega er varan Sales Cloud bara ekki tilbúin jafnvel ennþá að taka sér einhver verkefni sjálfur inn í félagið það er hérna 2018 það sem eitthvað fyrir að gerast og félagið velti þá 17 milljónum króna sem er þó 180% tekjuvöxtur frá árinu áður svo rúmlega tvöfaldaði þessi hérna 2019 upp í 36 milljónir króna og það er 110% vöxtur og svo 2020 farið upp í 63 milljónir króna þessi ár hefur þó ekki verið sérstaklega góð afkoma raunar hefur hún bara mestu verið neikvæð en eins og við höfum rætt svo sem ofta áður þá er það einkennandi fyrir hugsun á fólk sem hlær síðar að vera í bullandi neikvæðri afkomu fyrstu ári í rekstri þau eru að byggja en við skulum bara sjá hvernig bara hvað þessi nýjasti ársreikningur inniheldur 2021 sem betur fyrir er hann á hefðbundnum formi þó veist, nú eru þau hætt í þessu RSK rusli og komið með almennilegan ársreikning og í ársreikningnum byrjum við að sjálfsögðu á rekstrarreikning sem fyrr og í dag ætla ég að hafa hann í boði Jónfrúnar og ég held að þú sért bara orðin á seitt kæri hlustandi til að bóka þig ég held það ég var eitthvað að skoða ég ætla ekki að segja það samt en það er eiginlega bara ég var eitthvað að skoða þetta og ég var að hugsa í ár að vera bara mættu klukkan 9 á Jómuna pældi hvað þetta er gali pældi hvað þetta er cool að vera bara búin að bóka upp jólahlaðarborð bara 2-3 mánuðum fyrir þú veist, þetta er náttúrulega bara þvílíkur heiður að vera í samstarfi með hérna, þessum stað ég sé reyndar fullkominn tíma það er laust 17. nóvember fyrir 4 í hádeginu það er mánudagur það sem ég segi, þú ert auðvitað ekki orðin og sett kannski fyrir dagsetningu eins og nóvember
Nei. En jólin, þá þetta náttúrulega allt orðið stappað. Já, ég bara byrja fyrr. Já, þannig að við hvetjum ykkur til að kíkja inn á Jómfrúna til að bóka. Sömuleiðis eða bara fara þarna, kíkja í hádeginu. Við vitum hvernig þetta er náttúrulega miðstöð viðskipta og svona samningagerðar. Þú veist, þarna hafa og fá samninga verið gerðir. Og ég held að það sé nú allra minna bóta að kíkja þarna í einn öl og síldaplata. Svo líka smurbröð timbraðamansins. Það er alvöru gott stöf. Já, það er megginu. Já, það er mitt uppmál. Markið það. En herriði, Jómfrúin, kæra það ekki fyrir. Rekstrarreikningur, þá byrjum við á tekjunum. Og ég talaði nú áðan að tekju félagsins árið 2020 hafi verið 63 milljónir. En núna 2021 gerðu þessu lítið fyrir. Rufu 100 milljón króna múrin. 66% aukning milli ára upp í 104 milljónir. Ég verð samt að viðurkenna, ég átti von á aðeins meiri aukningu þarna milli ára. Mér finnst bara einhvern veginn allir vera að detta á selsklátvagnin, sko. Já, þetta er 50-50, held ég. Með grunnir allan að 2022 verði gjöfult ár fyrir þau. Já. Og kemur ekki óvart að sjá þau, ég vil bara rífa 200 milljón króna múrin, sko. Já, þetta verið. Já, það er náttúrulega, eins og þú segir, það er mikið búið að vera fjárfesta, þau eru búin að vera að sækja mikið á árinu, á núverandi ári 2022. Þannig að það verður bara spennandi að fylgjast með því. En svo er það kostnaðverð seldra vara, ég veit nú ekki alveg hvað þetta falla undir koksi hjá þeim. Þetta er náttúrulega hugbúnaða fyrirtæki. Gæti verið einhver útýst vinna eða eitthvað álíka, en þessi stærð stendur í rúmum 16 milljónum og það þýðir nú ekkert að fara að reikna einhverja álagningu út frá því. Það er erfitt. Þetta er hugbúnaða fyrirtæki, en þetta er allavega stærð sem telur 16 milljónir. Það er svo sem allt í lagi líka að bara koma inn á business modeli. Maður hefur svo sem haldið að flestir vissu það, en þau eru bara held ég með eitthvað blöndu af föstu lágu mánaðagjaldi og svo þóknun af bókunum. Bara eins og þekkist. 1-2% bara svona hugsa ég. Algjörlega. En og sinna boðgreiðslum fyrir gera það. 300-400 viðskiptafyrirtæki. Og meðal annars fótbolti.net man ég. Þú veist að styrkja það. Já, þetta er einmitt eitthvað svona styrkja system. Og QR-kóðanir á matseluna. Já, gleymir að nefna það. Já. Þau náttúrulega springa sko. Já, það var mín kenning að þú veist þá fyrst byrjaði þeir að fá viðskiptavinni til sín með þessa QR. Já, getur verið. Það svona hafi verið upphafið. Já, sem sagt, bara til að útskýra það, ég verður reyndar að viðurkenna, maður hefði átt að koma inn á það. Já. Að sem sagt, í COVID, veitingastæðir þurfa að loka heimsendingaþjónustur, bla bla. Já. Og svo þegar var verið að opna í takmarkunum, að þá tók kannski margir eftir því að voru komin QR-kóðar með matseluna og það var í gegnum Sales Cloud, meðal annars. Nákvæmlega, og ég held að það hefur verið stór vendipunktur í þeirra rekstri, sko, að ná því, sko. Það er svona eins og þú segir, sko. Og það er náttúrulega þeirra sérþekking. Já, QR-kóðin, þetta byrjaði alltaf á mennskólaböllunum. Já, sér það. Arðan, segðu mér, hvað varstu með marga í blóðinu þegar þú labbaði hérna á síðasta mennskólaböllunum? Þeir hafa örugglega verið svona 8, alveg lágmark, sko. 6 víkingildir og 1 skot af tóbak. Já, pluss einhverjir 3 lagarar eða eitthvað. Ég man þetta ekki. Auðvitað man ég ekkert. Ég man ekki þetta. Hvort gerðið þú það þegar maður var að spara í mennskóla? Drakstu dýrabjórin fyrst til þess að drekka hann og svo fer í slottsinn? Eða byrjar á slottsinu til að eiga góða bjórin síðast? Ég var nú eiginlega ekkert með þannig tækni, sko. Ég var rosalega mikið bara í lagarnum, sko. Já, bara alltaf í lagar? Já, svolítið, já. Bara að vera að spara. Nei, ok, bara að spyrja. Já, það var nú auðra púkið þarna. En herri, þá er að laun, sko, eins og öllu góðu húsjónafólki sæmir, þá eggfæraðu að sjálfsögðu hluta launakostnaðisins, en laun og launatend gjöld eru færið hérna í rekstrarreikningu á 69 milljónir, en eru í raun 110 milljónir. Það er einhver 41 miljón sem eggfærið þarna. Það er raun sama uppskrift og hjá bara Solid Clouds. Svo einhverjir hlustendur þekkja. Nú, EBITDAN, sko, ég náttúrulega fyrst og fremst tek eftir að annar rekstrakostnaður hjá þeim er alveg fellega hár, hérna, 47 milljónir og afskriftir upp á 16 milljónir, þá er EBITDAN hjá þeim alveg bullandi neikvæð. Það er bara 45 milljónir í mínus. Og sko, ef launakostnaður hefði ekki verið eggfærður, þá, hérna, að hluta til, vissulega, þá hefði EBITDAN allavega, þá hefði náttúrulega komið bara talsvert verr út. Negatívar 85 milljónir. Já. En þetta er bara alvöru HS statement í gangi hérna. Þetta er hugsjónafólk sem mun hlæja síðar. Kemur kannski inn á eftir, af hverju svona há fjármagnsgjöld? Hvað er það? Skuldabrifið það? Já, þau eru með hérna, já, ég kem inn á það hérna sko að þau eru með einhverja 11 milljónir í vaxtagjöld. Og það er náttúrulega, eru
bæði með lán hangandi á sér bæði til langs og skamstíma. Þau eru náttúrulega með skuldabrifin sem þau væntanlega greiða eitthvað kúpon af. Ég á eftir að koma betur inn á þetta skuldabrif. Já. Svo sömuleiðis eru þau með lán við tengdan aðila, langtíma. Þannig að þú veist, jú, það er nokkuð há fjármagnsgjöld þarna, sem sagt vaxtagjöld á þeim. En allavega EBITan bullandi neikvæð og þú ert náttúrulega ekkert með svona bullandi neikvæð EBITu nema þú sért bara svona manneskja sko. Já. Þannig að það bara, ég fyrirgefi það. En svo það afkoman og hún auðvitað þá bullandi neikvæð líka. Þetta tap upp á 55 milljónir króna og eins og ég segi á milli EBITunar og hagnaðarins þá liggja, eða afkomunar segi þá liggja þessi vaxtagjöld upp á 11 milljónir. Og það líklegast, þú veist, skuldabréfið, þetta breytanlega, og það eitthvað sem við höfum bara ekki fengið að sjá áður í pingjunni, þetta breytanlega skuldabréf, convertible bond. Og ég ætla enn og aftur að fresta því aðeins, því ég er með smá umfjöllun þetta. Förum yfir þetta í efnahagsreikningnum. Já, ok. Og já, það rauninni bara komið að efnahagsreikning. Já, ok, en við byrjum náttúrulega á eignunum. Já. En ég ætla að hafa efnahagsreikningin. Ég ætla að hafa hann í boði Dominus í dag. Það 3 dagur. Þetta eru þessar kjöraðstæður. Hvort ertu meiri fáfnismadur eða frú Dominus? Ég myndi bara segja frú Dominus. Frú Dominus, hún frábær líka. Þetta eru pítsunar í Ostober á Dominus. Emitt. Mælum með að smaka þetta. En já, það Ostober og 3 dagur. Þannig að bara slafrið ykkur í guðanabænum. Veist af hverju þú valdi frú Dominus? Nei. Ég er svo feminine. Nei, það ertu ekki. Jó, það ertu. Það ertu. Það út af því að það ítölsk ostablanda. Þetta svona ég veit það. Pingjublanda. Pingjan bara ítölsk út í gegn. Eins og þau kannski heyrið. Ef þið viljið gera símat í Ása Dominos. Það Tiamo í gangi. Ef þið viljið gera símat í Ása Dominos. Farið þá að hringi þjónustuverið og biðja eina pingju. Eina frú Pingjan. Ég kannski gefa upp númerið hjá Ása hérna. Já. Ég ætla að panta eina frú Pingju. Það frú Dominos. Ítölsk ostablanda. Við þökkum Dominos að sjálfsögðu. Rjómaostur, sveppir, hvítlauksósa og ostur. Myndi aldrei fá mig neitt annað. Nei. Nú, efnahagsreikningur. Sko, við skulum byrja bara hérna á eignum, eins og ég segi, og í dag það að skiptast í þrennt. Það ekki bara fasta og veltufjármunir, heldur einnig óefnislegar eignir. Óefnislegar eignir eitthvað sem við höfum komið inn á áður. Það undirfellur meðal annars eignfærður, þróunarkostnaður, og eins og ég nefndi hérna á þann að títnefndur eru þar til dæmis laun sem eru eignfærð sem þróunarkostnaður. Og ef ég fyrir skýringarna þá sé ég að það þarna gjaldfært eitthvað á móti, þannig að upphæðin lækkaröldið fer niður hérna í 36 milljónir. Og þetta að sjálfsögðu afskrifað eins og við nefnt áður, bara eins og rekstrar fjármunir, þessi eignfæri þróunarkostnaður. Þannig að hann helst ekki undir sem bara eilíf eign. Já. Þetta rýrist í virði. Akkurat. Herðu, þá skulum við fara í fastafjármunina. Þeir standa hérna í 23 milljónum og á hækka talsvert milli ára, fara úr 6 milljónum í 23 ár. Þetta einhver kjallara í búð? Nei. Það spila náttúrulega stærstu hluti keyptur búnaður til útleigu undir vanlegum rekstrarfjármunum. Já, það náttúrulega. Fyrirtækið náttúrulega með kassakerfið í einhvers konar spjaldtölvum. Já, pósar, spjaldtölvur. Já. Einmitt, þið ekki með pósa líka? Jú, ég held sko, ég hef átt að finna pricing. Ég held þetta sé sko, þú leigir pósan og svo þóknun af viðskiptum. Já, en það náttúrulega, svo það spjaldtölvurnar líka. Ég held að þau séu að já, sko, það séu bara hvernig þau eru að breyta leiknum. Já. Gamli skólinn talar pósa, ég hluta því. Auðvitað þau náttúrulega bara búin að uppa það. Þetta eins og að bera saman iPhone 1 við iPhone 10, sko. iPhone X. Gerir það ekkert? Nei. Sales Cloud eins og iPhone 10 á móti original. En eins og ég þekki hvort það séu fleiri tólið að tæki sem þau leigja þarna út, en viltu að ég útskýri þetta eitthvað betur eða? Nei. Þau kaupa allan að búnað til útlegu fyrir 19,5 miljón hérna á árinu 2021 sem sýnir okkur það hefur verið alveg gríðarleg aukning á viðskiptavinum hjá þeim hérna 2021 og bara líka sést í veltunni. Nú, fastafjármunir, það var ekkert annað sérstakt þar undir. Svo eru veltufjármunir, það eru tæpar 53 milljónir. Og það eru náttúrulega enga byrðir, þetta hugbúnaða fyrirtæki, það af hverju að vera að halda einhverjum byrðum. Hér handbært fyrir hins vegar kóngurinn undir veltufjármunum með 45,5 miljón og það ástæði fyrir því að lausafjárstaðan þeirra svo góð. En þá komum við inn á það að félagið gefur út þessi áðurnefndu breytanlegu skuldabrif fyrir rúmar 124 milljónir króna samkvæmt sjóðstreymisífiliti.
Hver vaxtakjörin voru á þeim bréfum þekki því miður ekki eða skilmálar en einhverjir kannski kannast við þessi breytanlegu skuldabréf í kringum Váer hafarið. Já, það var alveg. Þar sem að þeir fjármögnuðu sig með útgáfu þessa breytanlegu skuldabréfa og þar voru náttúrulega verið að tala milljarða sko. Já. Hvað var þetta aftur komið í? 16% vexti? Við vitum nú alveg, ég veit ekki en það var... Ég sé eftir enn þann dag í dag að hafa ekki hoppað inn sko. Ég meina þú farið ekkert 16% vexti hvar sem er. Þetta er bara peningur sem glataðist, skilur við. Já, en þú hefði getað fengið 16% vext á meðan. Já, ég veit. Ekki fjárfestingar ágjörn. En sko ég get allan að sagt ykkur það, svona breytanleg skuldabréf, þetta er fyrirbæri sem að gefa fjárfestum möguleikan á því að breyta skuldabréfunum í hlutafé. Já. Eða sem sagt bara í hlutabréf hjá félaginu. Já, akkurat. Og oft eru svona skilmálar tímasettingu hvenar handhafi skuldabréfsins má breyta því í hlutafé, en ég sé í ársreikningnum hérna 2021. Það var gert í loki janúar 2022 því að nú er náttúrulega ársreikningurinn gerður árið 2022 þannig að þau geta komið með einhverja svona skemmtilegar upplýsingar en þar sem að þetta er ársreikningur 2021 er eða ekki búið að uppfæra það í bókunum en það sem gerist er að þetta fellur út úr skuldahlið ársreikningsins þessi breytanlegu skuldabréf er undir skammtímaskuldum falla þaðan út og væntanlega bara yfir í hlutafé undir eiginfénu sem að stórbætir auðvitað eiginfjárhlutfall félagsins og það kemur þetta fram neðst í ársreikningum að til hafi orðið 111.410 nýjir hlutir við þessa breytingu bréfanna yfir hlutafé. Já, byrju hvað segirðu, 11.410 nýjir hlutir. Ok, ég verði eiginlega að vera með þetta. Já, nei, ég ætla ekki að. Það gerir rúman 1100 kall á hlut en svo er annað stórmerkilegt sem að kemur þetta fram og það er að samhliða því þá hafi félagið fengið gengi frá sölu 176.575 hluta til viðbótar fyrir 390,3 milljónir króna. Og nú sá ég frétt þess efnis og eins og þú nefndir hérna rétt á hann að SaltPay fjárfestir í þeim fyrir 500 milljónir króna og þessi frétt er dagsett þarna bara í byrjun febrúar. Þannig ég leiði svona líkum að því að hér hafi SaltPay verið handhafið þessara skuldabréfa, þessar breytanlegu skuldabréfa og sömuleiðis kaupandi af þessum 390 miljón krónar hlut. Sandals gerir þetta einhverja rúmar, þetta er svona 515 miljónir króna. Já. Svo þetta stemmi svona næstu því að fréttin segir til 500 miljón króna fjármögnun. Þannig að það er nokkuð líklegt að SaltPay hafi verið komið í einhvers konar viðskipti við þau þarna árið 2021 þá í formi þessara breytanlegu skuldabréfa. En nógum veltufjármuni, þetta eru samtals eignir hérna upp á 112 milljónir króna, sem sagt óefnisleg, fasta og veltufjármunir. Þannig að við skulum bara skunda yfir skuldir. Skundaði skuldir? Ég er svona búinn að dreipa á mesta djúsnu þar. En þar eru einu langtíma skuldirnar, það er bara skuldir við tengda aðila. Ein pæling. Já. Er convertible bond, breytanlegt skuldabréf, er þetta á auðmannsmáli að sama á hluthafalán? Eða er það í eðli sínu öðruvísi? Þekkirðu það? Er það ekki það sem að kallast lán við tengdan aðila? Það er oft talað hluthafalán. Já. Gæti verið, jú. Ég gæti verið það. Lán við tengda aðila? Já. Ég held það. Mér minnir nefnilega að ég hafi séð í praxís að þá segir viðkomandi ég lánaði 1 milljón og ég get breytt þessi hlutafé á innan við 2 árum. Já, það er náttúrulega bara einhvers konar blanda af breytanlegu bréfi. Það er kannski kúla, frekar heldur en... Já, ég veit það ekki. Við þurfum að komast að þessu. Það er einhver sem veit ekki neitt, þá mætti hann ekki segja okkur ekki neitt. Sendið okkur bara aðhald á pingjan.is. Já. En eins og ég segi, það eru eina langtíma skuldin er skuld við tengdan aðila og það eru upp á 27,5 miljón. Kemur nú hvergi fram hver það er nákvæmlega með gruna svona sterklega Kristófer síðan þarna á bakvið. Það er bara skot út í bláinn samt sko. Já. Því að þeir eru tveir einir skráðir Þeir eru tveir einir skráðir sem eigendur á árinu 2021. En þá eru skammtíma skuldir, þær eru oft bara lít merkilegar og það er í rauninni sama sinnis núna, það er viðskiptaskuldir fyrir tæpa 16 milljónir og aðra skammtíma skuldir fyrir 7,5 en það er þó ein stór merkileg hérna eins og ég nefndi áðan og er búin að fara yfir, það eru breytanleg skuldabréfi upp á 124 og í næsta ársreikningi 2022 þá verður þessi stærð horfin úr skuldahliðinni þar sem það er búið að breyta þessu í hlutafé nú þegar
Þannig samtals eru þetta skuldir hérna upp á 175 milljónir króna og skuldahlutfallið, þetta bullandi neikvætt og veltufjárhlutfallið langt undir ásnum, en það skiptir í raun bara ekkert máli því að þegar búið að auka hlutafé, þú veist, það búið að auka hlutafé í dag, svo þetta líka bara hugsjón af fólk þarna á bakvið og það þýðir ekkert að vera að líta á skulda eða veltufjárhlutfall hjá þannig fólki, það nú bara þannig. Þetta bara, sammála því. Þau eru súkkulaði í þessum efnum. Já. En annars, sko, svo það aðeins bara til að dreipa hérna á eiginfénu. Sömuleiðis eru í bullandi neikvæðri eiginfjárstöðu, þú veist, hérna, varla saði ég hérna... Jú, þú sagði það. Saði ég það? Þú sagði það. Já. Ég sagði hérna, neikvætt skuldahlutfall. Þú sagði þetta, kallið mér. Já, það sem að ég meina þá allan, sko, skuldahlutfallið langt yfir 100%, sem sagt. Þannig að hérna leiðréttist það hér með. Hérna, það sem sagt eiginfjárhlutfallið sem neikvætt. Og það út af óráðstöðu eigið, það bara búið að safnast upp tap þarna í gennum tíðina, 106 milljónir í mínus óráðstöðu eigið. Svo bara hérna, einhverja stærðir bundið eigið 36 sem rauninni að með sýnist þessi eitthvað þróunarkostnaður að hluta. Svo hlutafé og yfirverðsreikningur bara eitthvað svona jæri, eitthvað svona stærðir, en allavega bara til að summera þetta upp, ég hef bara bullandi trú á þessu liði og ég hlakka mikið til að sjá bara hvernig þau með vegna í framtíðin og ég held að 2022 verði svona crazy breakthrough. Já, þetta verður mjög gaman. Ég bjóst við því að 2021 þið bara svona wow, en svo fattaði náttúrulega sko ég svona tiltölulega kannski, alltaf það hafi ekki bara verið árinu 2022 það sem ég áttaði mér raunverulega á Sales Cloud sko. Það gæti verið. Þannig að ég held að 2022 verði gjöfult og gott ár fyrir þau. Ég hef trú á það líka. Ég held með þeim allan. Ég ætla líka að hendi eitt feature request ef einhver frá Sales Cloud að hlusta. Það nefnilega sko, það eitt sem á eftir að koma til Íslands sem óþolandi. Það viltu kvittun. Já, við verðum samt að taka kvittun. Já. Við munum það. Já, en verðum að taka kvittun. Þetta komið út í Bandaríkjunum. Ég minnir að fyrirtæki heiti Square sem var sama, pósalausnir inn í... Það er alltaf viðskipta hugmynd hjá mér, þannig ekkert verið að deila henni. Já, bara Sales Cloud að fara að geta þetta. Þeir getur græða þetta einu degi að tengja kortið mitt, Sales Cloud, þannig ég fái bara kvittun með tölvupósti, rafrænt. Það ótrúlegt að þetta sé ekki komið á Ísland. Já, það svo erfitt. Af hverju? Já, út af, hérna, þú veist, þetta náttúrulega mismunandi kerfi út allt, sko. Það þarf að sameina þetta allt einhvern veginn. Já, en ef Sales Cloud byrjar að gera það bara fyrir sig... Ef þeir hakka bara markaðin í sig, þá auðvitað þetta einfalt. Bara þó það væri ekki nema fyrir sig, þá myndi það íta á hina að fara að gera það sama. Þetta svo mikið hagræði. Ég myndi að ef að maturverslanir væri með þetta, maður fengi bara kvittunina rafrænt. Algjörlega galið. Ég kannaði þetta á sínum tíma, mér fannst þetta mjög sniðugt og svo kom bara í ljós að þetta væri, þú veist, ómögulegt nema þú væri með eitthvað galið fjármagn, eins og oft Já, eða dreifingu inn í eða bara 400 boðgreiðslur, það væri þá 400 fleiri en ekki neitt, eins og það er í dag. Ég segi það. En gaman að því, þú varst með einhvern smá frussudjús eftir, var það ekki? Nei, ég er búinn að sigra yfir mig. Þú er búinn að sigra allt? Já. Ég held að ársreikninga yfirferð minni sé dálítið lokið. Já, þetta er bara skemmtilegt projekt. Ber að varast að vera þessi típiski netbanka gómur að kíkja bara á rekstrarreikningi núna og vera bara eitthvað, þeim gengur bara ógeðslega illa. Já, það er ekki máli, sko. Nei, þetta er uppbyggingafasi. Þetta er bullandi uppbyggingafasi í gangi og Ég get svo sem sagt eitt í lokin. Ég heyrði það að þau væri komin í útrás og væri að hefja starfsemi erlendis. Já, það er náttúrulega hlýtur að vera endgameið hjá þeim. Eða kannski ekki endgameið, en þú veist, á döfinni. Já, og væntanlega með gott backing í gegnum SaltPay sem í fleiri löndum en á Íslandi. Já. Sér það. Svipa á mig hérna núna. SaltPay væntanlega ekki bara útveðum fjármagn. Þetta líka bara tengingar. Já, það nú oft dreifileiðin sem skiptir meira máli. Segja það, sko. Núna, einmitt. Þeir fengu pening frá SaltPay og voru komnir út. Já, stórkostlegt. Dynout eru líka í útrás. Þannig að það er gaman að fylgjast með þessum. Spennandi að fylgjast með þessu. Við þyrftum kannski að taka Dynout fyrir líka. Já, gert það. Hæg heimatökin, ég þekki til þar. Já, skemmtilegt. En kannski að lokum, þá viljum við auðvitað minna á postlistan okkar inn á pingjan.is, Pingjan-bandalagið og þar fáum við fréttabréf einu sinni í viku sömuleiðis Deep Into Pingjan Facebook-hópurinn okkar. Já, nýliður, viðskiptamaður vikunar, sendi á okkur ef þið vitum eitthvað sem er viðskiptamaður vikunar, við komum honum fyrir. Viðskiptamaður eða kona? Já, bara viðskiptakona vikunar, skipti engu máli. Segðu það. Ég held að sé bara það.
Það ekki, erum við ekki bara tæmdir? Held sem tæmdir. Það bara þökkum við kærlega fyrir í dag og verðum með ykkur aftur á föstudaginn. Já, og munið að fá kvitturnar árænt. Já. Bye. Bye.